Og við höldum áfram að ræða mentamálin og svona ýmislegt sem tengist, kannski heitir þessi flokkur ekki mentamál, en þetta svona rannsóknir og rannsóknir og nýsköpun og frumkvöðlastarf og ég veit ekki, og skapandi greinar og við erum komin í vitt svið hérna. Til mér eru komnir góðir gestir, það Arnar Sigurðsson, frumkvöðull, hvernig eiginlega, svona, hvaða titil má ég gefa þér, þú tengist Hafnarhási? Já, ég einn af þeim sem að skipuleggja það og sjá það. Svo stýri ég Austan Mána sem svona tilraunastofa samfélagsmiðaða nýsköpun og stundum að kenna nýsköpun einmitt. Þannig að þú tengist ekki Bifröst? Ekki nema bara ég einn af þeim sem var fengið til að kenna í þessu nýja námi hjá Hildi. Já. Og hjá okkur líka Anna Hildur Hildibrandsdóttir, fagstjóri skapandi greina við Háskólann á Bifröst og þú hefur nú líka kannski aðra titli eins og kvikmyndagerðarkona, heimildagerðarkona og svona frumkvöðull, myndum við segja líka. Marga fjörun og súpu, eins og það er sagt. Konur segja kannski síður sjálfa sig að þessi frumkvöðlar, eða hvað? Já, nei, ég frumkvöðull bara bæði í eðli mínu og hef startað ýmsu. Og núna það farast fjölmiðlum og inn í tónlistageiranum og fór svo í kvikmyndagerð og einhvern veginn leittist inn í akademíuna. En núna bæði ykkur að koma til að segja mér fyrst frá nýju námi og svo ætlum við eiginlega, ég vil vona á liðsauka og ætlum að fara yfir í kannski svona stærra samhengi skapandi nálgunar við fræðaiðkun og nám. Þið eruð að fara af stað á Bifröst með nýtt nám sem kallast, það ekki örnám? Jú, þetta það sem við kalla micro-credentials og orðið svona þetta svona ný nálgun í að bjóða upp á bæði endurmenntun og einingabært nám til að hjálpa fólki að raða sjálft saman og setja sjálft saman námið sitt. En þannig að þetta getur nýst bæði sem bara endurmenntun fyrir þá sem að vilja koma og læra aðeins meira nýsköpun og frumkvöðlastarf í þessu tilviki. En síðan getur þetta líka verið bara eins og val við einhvað annað sem þú tekur í háskóla og þetta orðin svona þróun í Evrópu sem hefur verið ýtt undir að bjóða upp á það sem kallast örnám á íslensku micro-credentials í svona alþjóðlegu samhengi. En þetta annað heldur en að bara fara á eitthvað námskeið eða masterclass eða eitthvað svolítið. Já, af því þú færð einingar, þú færð þessar háskóla einingar sem að nýtast þér í BA-gráðu. Eins og í þessu tilviki BA-gráðu eða í meistranámi þá nýtist það þér í meistranámi. En þarna eru sem sagt 3 námskeið og þau gefa 6 einingar hvert eins og bara hvert annað BA-námskeið í háskólanámi. Og svo getur við raða þessu nemendunir í skapandi greinum sem 3 ára BA-nám eða 1 árs diplómunám. Þeir geta tekið þetta sem val við sitt nám. En hugmyndin kviknaði eftir samtal sem ég átti við flóttamann og innflytjanda og mér var bent á að það væri ekki mikið í boði á háskólastigi fyrir fólk. Lítið sem væri í boði annað en á íslensku og svona rannsóknir hafa svo sýnt líka að það dálítið hár þröskuldur inn í háskólanám á Íslandi. Þannig að hugmyndin kviknaði eftir þetta samtal við þetta fólk og við fengum stuðning frá samstarfi háskólana. Þannig að við erum í samstarfi við Listaháskóla Íslands að þróa þetta og fengum Arnar Michael Hendricks sem hönnunarhugsuður frá Bandaríkjunum og innflytjandi á Íslandi núna og svona Fídu Abu Líbde, ég vona að ég sé að bera það fram rétt, sem mikill frumkvöðull og þekkt á sviði svona nýsköpunar á Íslandi. Hefur verið mikill svona drifkraftur í henni í svona ýmsu innan samtaka iðnaðarins og á fleiri stöðum og hún rekur Geosilica, sem hefur gengið mjög vel og bara frábær manneskja og kom með fjölskyldu sem voru flóttamenn frá Palestínu þegar hún var 16 ára. Þannig að hún hefur mikla reynslaði að fara í gegnum kerfið sem flóttamaður og hvernig það að fara í gegnum íslenska skólakerfið sem ung manneskja og
ná svo miklum árangri í viðskiptum eftir að hafa háð töluvert svona harða baráttu í að sanna sig á Íslandi og já, þau þrjú ætla sem sagt að leiða þetta örnám fyrir okkur sem tengt námin í skapandi greinum við Háskólann á Bifröst og við erum líka í samstarfi við þjónustumiðstöðin í Breiðholti sem að hefur verið mikið í samskiptum við flóttamenn og innflytjendur og síðan höfum við verið að ræða við stéttarfélög og landshlutafélög sem að eru með inngildingu á svona í sinni stefnu og hvernig við getum nýtt þetta nám til að örva það að fólk komist yfir innan þröskuld. Því að við erum með íslensku stefnu í háskólum sem gott en svo eru þeir sem læra íslensku komast í háskóla komast svo að því að 80-90% af námsefnin á ensku. Já. Þannig að þetta aðeins flókið fyrir þá sem að koma að ná að komast yfir innan þröskuld og við erum með miklu minna hlutfall af þeim sem eru með stúdentspróf eða sambarilegt sem fara í háskóla sem eru innflytjendur eða af svona erlendum uppruna. Þetta er svona nýstárlega þá eiginlega leið til inngildingar í öllu svona einmitt að því við heyrum yfirleitt inngildingu kannski á grunnskóla, leikskóla og grunnskóla sviða þessu leys. En áður en að við kannski förum meiri út í inngildinguna þá langar mig til að kynna allir sögunar nýjan gest. Það hún Arndís Bergsdóttir, doktor í safnafræði og nýr framkvæmdastjóri Reykjavíkur Akademíu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og ég ætla að taka fram að þú varst ekki sein af því ég var áðan að Brynjar Karl körfuboltaþjálfari og átti að leikgreina okkur og og ég hafði aðeins misskilið tímaplani því þetta búið að vera aðeins snúið þegar við erum öll að bóka og fólk kemst ekki og við erum búin að vera endurraða þannig að ég kom og hann sagði bara hann var næstu búin að vísa mér út fyrst að ég kom 2 mínútum og seint og þannig að ég ætla að taka fram að þú komst ekki seint heldur baði ykkur að koma og seint en svo breytist tímaplanið. Engar áhyggjur þess að sagar lífsmíns að vera of sein. Okay. Þannig að það var engin. En það þetta var samt eiginlega svolítið sniðug uppsetning að því að þetta nám sem að Anna Hildur að segja ykkur frá það náttúrulega á vegum Bifrastar og Listaháskólans, þetta samstarf á milli Listaháskólans og Listaháskólans en við erum en Arnar og Arndís þið tengist þessu kannski námi ekki en tengist samt þessari umræðu þessari tilraunir til þess að búa til búa til eitthvað nýtt í tengslum við rannsóknir og miðlun og nám, það ekki? Jú, við tengistu í rauninni þessu þannig að það sem sagt í rauninni mikil þörf á því að við stígum út fyrir þessa námskassa sem við höfum sem sagt vanið okkur við og sem hafa verið sem sagt í samfélaginu sem sagt og undanfarna áratugi og viðfangsefni samtímans hvort heldur sem það það sem Anna Hildur var að tala eða við erum að tala loftslagsbreytingar eða í rauninni hvað sem við erum að tala að viðfangsefni samtímans að þau kalla á nýjar nálganir í sem sagt menntun og rannsóknum og þróun á því sviði og mjög mikla nýsköpun og það í rauninni þannig sem að við tengjumst öll hérinn að það sem sagt Reykjavíkur Akademían sem sagt vettvangur fyrir sjálfstætt starfandi fræðafólk og hefur verið það í 28 ár. Sigurður Gylfi var nú rétt í þínu sæti og var akkúrat að segja hvað hann taldi hvað 600 tjöld á fyrstu 10 árunum eitthvað sem hefðu sett upp af sjálfstætt starfandi fræðafólk. Nákvæmlega og bara til þess að setja þetta í smá samhengi að samkvæmt tölum Hagstofunnar að þá voru árið með minnir 2020 3.100 manns á Íslandi með doktorspróf. Þetta engin smá fjöldi. Ekki endilega íslenskt doktorspróf, en doktorspróf og Háskóli Íslands einn og sér að útskrifa á ári hverju 90 manns.
og þetta þýðir að það alveg gríðarlega mikil þekking í samfélaginu og mikil þekking og svona þjálfun þarna úti í þessar nýsköpun á sviði þekkingar og í rauninni má tala þetta sko einmitt eins og þessa þjálfun, þetta má tala þetta sko eins og þú myndir, ef þú þarft að gera eitthvað sem að krefst ákveðinar þekkingar og þjálfunar eins og að skiptum þak á húsinu þínu, að þá færðu ekki til þess laghentan frændaðinn. Heldur þú færð smið sem hefur sem sagt aflað sér þekkingar og reynslu á að setja þök, því annars lekur það bara. Og það sama á við í rauninni doktorspróf og mér finnst kannski svolítið vert að brýna eða fara aðeins yfir þetta því miður þá eru kannski mjög fáir sem vita í rauninni hvað felst í að fá slíkt próf og það í rauninni þjálfun í ákveðnum hlutum í sköpun þekkingar og við þurfum það mikið ákall eftir nýrri þekkingu, við erum að fást við ný vandamál og það þýðir ekki að ætla að búa til þá þekkingu í þessu föstu formum sem hafa virkað ágætlega síðustu áratugi en við þurfum bara að gera nýja hluti og þar kemur inngilding, þar kemur samstarf við skapandi greinar, fræðimennska og rannsóknir, svona akademiskar þurfa að verða, ég held að sé bara nauðsynlegt að starfa með skapandi greinum og í nánu samstarfi vegna þess að og svona samtvinnast í rauninni að fólk sem hefur lagt stund og leggur stund á skapandi störf að það stundir rannsóknir og að þeir sem eru að rannsaka að þeir fari að stunda skapandi störf líka og við gerum þetta öll saman. Ég held að við höfum líka of mikið verið í samkeppni. Við höfum verið í svo mikill samkeppni hvert við annað. Umhverfið hefur verið byggt upp á svona samkeppnisgrunni og ég held að þetta sé einmitt í takt við nýja tíma þetta það sem við köllum þverfaglega samstarf en í rauninni bara samstarf þvert á það sem við erum að gera og við hjálpumst öll að í tengslum við samfélagið. Ég held að það sé algjört lykil atriði. En þetta nú merkilegt að heyra sig segja þetta í beinu framhaldi af spjallinu, ég veit ekki hvort að þú heyrðir í bílnum kannski í þeim undan, Tinnu Laufu og Sigurði Gylfa, að því að þau voru að segja okkur frá bara hvað rannsóknir og vísindi eru vanfjármagnað og lítið bara fjársvelt eiginlega. Já. Miðað við háskólinn, tölur kannski mest háskólinn og aðra rannsóknarstofnanir bara fjársveltar og rannsóknarsjóður eins og Rannís og þetta voru sláandi tölur sem ég ætla nú ekki að fara með sem sagt en mæli með hlustun miðað við þá OECD-löndin, Norðurlöndin og svoleiðis þannig að það er bara stór spurning hvað veldur og þá kannski kemur bara lítum við á háskólanámið mitt sem óþarft að það sé ekki af því þú lýsir þessu þetta er þekking til að takast á við vanda það er einhvern veginn eins og kannski við Íslendingar lítum ekki á það sem slíkt einhvern veginn eins og við munum redda vandanum á annan hátt einmitt með laghandafrændarum, ég veit ekki það er svona ein spurning sem þú spurði en þannig að næsta spurning kannski er þegar það er búið að fjármagna og þetta með tengsl samfélagið, við ræddum það líka en það er þá bara hvers konar nám og þá komum þið sterk inn að það er ekki bara nóg að halda áfram í einhverju gömlu fari þið beinlínis trúið á það öll sömul hér líklega þá að við verðum einhvern veginn að fara einhverjar nýjar leiðir beinlínis í náminu. Hvað segir þú, Arnar? Þú getur kannski bara útskýrt fyrir okkur þetta fyrirbæri Hafnarhás af því að þú veist, þetta er svolítið svona eins og útúrsnúningur, þetta er ekki Hafnarhús þetta er við höfnina gömlu og getur þú sagt okkur bara aðeins hvað þetta er? Já, ég skal gera það Hafnarhás eða haus eða hús er vinnustaður fyrir og samfélag fyrir skapandi fólk
og það í Hafnarhúsinu, þar sem að Listasafn Reykjavíkur líka og Faxaflóahafnir og það var sett á stað fyrir næstum 3 árum síðan. Þar inni eru næstum því 300 manns að vinna að skapandi greinum. Reyndar eru sumir að rannsaka og sumir eru að búa til tölvuleiki og aðrir að búa til list. Einhverjir eru að búa til mat, þannig að það svona ákveðin fjölbreytni í þessu. Og maður finnur það auðvitað þarna að það allir stöðugt að læra og það allir líka stöðugt að kenna. Þannig að þetta oft rennir svolítið saman. Þessi svona hefðbundna hugsun nám. Okkur svona uppálagt að við förum í skóla og á fyrripart ævinnar og eigum að læra það sem við eigum að gera síðar. Og svo föttu við allavega við sem erum í svona þessum sífeldu leitað einhverjum nýjum sjóndeildarhringjum og við föttum að þetta einhvern veginn allt nám og svo þegar við erum að vinna með vinnufélögum eða samstarfsfólki að þá erum við líka alltaf að miðla einhvern veginn. Þannig að þetta var mjög spennandi tækifæri að fá að kenna í þessu nýja örnámi hjá Önnu Hildi og Bifröst. Og í Hafnarhás þá eru við næstu helmingurinn af okkar notendum að meðlimum hafa ekki alist upp á Íslandi. Og ég held að við gleymum því svolítið hvað það stór hópur af fólki sem að svona orðin búin að festa rætur hérna og hefur komið að vinna í kannski þjónustustörfum eða öðru en núna orðin svona virkur þáttakandi í skapandi senunni hérna á Íslandi. Og ég held að þetta örnám sé svona mjög áhugaverð tilraun til þess að búa til ákveðna brú inn í frumkvöðla samfélagið á Íslandi. Og við erum 3 sem erum að kenna þetta og svona frá ákveðnum mismunandi áttum auðvitað. En hugmyndin að þetta sé ein önn sem að gefi þér svona færa á því að svona að komast í gegnum allt þetta sem að kannski tekur 6-7 ár fyrir innfædda Íslendinga að svona marinerast í. Það að segja að skilja þessi hugtök og þessi heiti utanum nýsköpun og frumkvöðlafræði og svoleiðis og hvernig maður staðsetur sig inn í þessari orðræðu. Líka að skilja hvaða skref eða hvaða áttir hægt að taka ef maður með hugmynd að það vill verða virkur hluti af samfélaginu og fá kannski bara svolítið svona beintengsl inn í hvaða sjóðir eru, hvaða stofnanir, hvers konar stuðning þetta að fá. Þannig að það svona markmiðið að eftir þessa önn þá séum maður svolítið svona komin inn í kerfið. Og þetta námið auðvitað kennt á ensku þó að ég held að allir geti sótt og verið með í því. Og það er auðvitað mikilvægt eins og Anna heldur kom inn á til þess að bjóða fleirum að taka þátt og samaskapi svona vand með farið. Þannig að þetta bara stór umræða tungumálið okkar og hvernig við nálgumst það. En eitt af því sem svona flög í huga minn, það var svona ég hugliti alveg nákvæmna spurningar þegar að Anna Hildur kom með þetta fyrst, af því að það auðvitað stundum svona ímynd svona ofur innflytjandans sem að kemur í nýtt land og sannar sig með því að stofna eitthvað business og stendur sig svakalega vel og óbúslega duglegur og kemst yfir allar þessar hindranir sem samfélagið hefur sett fyrir hann. Og ég ekkert sérstaklega hrifinn af þessari hugmynd af því að mér finnst mér finnst það ekki vera hetjusaga, mér finnst það vera sorgleg saga fyrir þetta samfélag að raunverulega innflytjendum sé ítt í átt á því að búa til sín eigin verkefni af því að þau fá ekki aðgangað að verkefnum landsins sem þau hafa flutt í. Að sama skapi þá hef ég verið svona að vinna í þessu frumkvöðla umhverfi og verið fengið til að styðja við fólk sem með sína eigin hugmyndir og langar til að láta verða af því sem þeir eru að hugsa. Og ég hef séð alveg fyrstu hendi að þetta getur verið þessi möguleiki að þurfi ekki að skrolla Alfred vinnumiðlunina og hvernig fara í það box sem búið að búa til fyrir þig. Þú veist, þetta að geta einhvern veginn ekki bara
skimast eftir samfélaginu hvar passa ég heldur einhvern veginn reynda að móta það á ein hátt að það er leið til þess að verða hluti af því og það er leið til þess að einhvern veginn að fá að koma sín megin persónulegu áhugamálum, sinni ástríðu, sínum hugarefnum og verða partur af samfélaginu. Þannig að þetta er vand með farið eins og margt en niðurstaðan er auðvitað að já, ég held að það að bjóða upp á nám í frumkvöðlastarfi og nýsköpun sé mikilvægt og ég held að nýsköpun sé hún sé svona eitthvað sem að mótar samfélagið það mikið að við getum einhvern veginn ekki bara látið eftir einhverjum litlum hópi. Það er svo margar spurningar sem vakna mér að ég bara punta það koma alveg margar spurningar. Ein var til þess að við vorum í spjallinu áðan líka að tala miðlunarþáttinni og því þú nefnir brúargerðina sko. Að það er náttúrulega þessi, hvað er oft mikil vöntun kannski líka á Íslandi að miðlun þekkingarinnar sem verður til sko, ef það er vanfjármögnuð eða nýsköpunin eða þessi rannsóknirnar og svo er það þessi miðlunarþáttur. Þar kannski kemur náttúrulega þetta skapandi þáttur hlýtur að koma þar inn í líka eða hvað í sko að því bara miðlun upplýsinga það þarf kannski líka endur hugsa bara það form á miðluninni sjálfri þar sem að þessi skapandi einstaklingar kannski leiðast til þess að finna leiðir eins og þú ert að segja fyrst komast ekki inn í kannski einhverja fyrirframgefnar stofnanir og fá áheyrn að þá þurfa þeir að finna leiðir til þess að fá áheyrn og þetta er þá ekki bara innflytjendur, þetta er líklega þá eins og þú ert að segja Ardís, það eru svo margir sem eru með doktorspróf til dæmis eða er að stunda rannsóknir sem að fá ekki stöður inn í viðurkenndu stofnunum. Er þetta ekki svo veruleiki margra Íslendinga? Já, alveg pottþétt, bæði Íslendinga og innflytjenda á Íslandi en ég held að sko háskóla samfélagið þarf að vera opið fyrir því að miðla fyrir alla og taka þátt í samtali við og með öllum og maður vonar auðvitað þegar maður fer á stað með eitthvað svona nýtt að maður nái til þess markhóp sem maður hugsa þetta fyrir en svo líka að þetta sé þá leið fyrir þá sem að koma inn í þetta til þess að hafa áhrif til þess að láta í sér heyra og til þess að það sé tekið á mótið í og þess að líka hópurinn af kennarunum er dálítið svona skemmtileg blanda þess að einn er nýr innflytjandi ein er eldri innflytjandi flóttamaður eða kemur sem flóttamaður frá Palestínu fyrir löngu síðan og svo Arnar sem hefur verið mikið í nýsköpun þannig að það er svona, við erum að reyna að tengja þarna ólíka kennara inn í námið líka til þess að þeir geti verið stuðningur. Það er kannski erfiðara fyrir þann sem er nýkominn að taka að sér og skilja allt kerfið og skilja svona þetta hvernig netverk samfélagsins er og það er bara allstaða þar sem maður er innflytjandi. Ég hef verið innflytjandi í Bretland og það er líka, maður þarf að skilja ákveðna hluti til þess að komast inn og eitt af því að við erum líka að svona fást við þetta með íslenskuna og tungumálið að þá verður líka gaman að fylgjast með þeim hópi sem kemur inn hvort að þetta verður örvandi til þess að læra frekar í íslensku eða sumum finnst það eftirgjöf að vera bjóð upp á nám í ensku en við erum það land í Evrópu sem býður minnst upp á nám á ensku en eins og ég sagði áðan, við bjóðum upp á nám á íslensku en kennsluefni á ensku. Þannig að þetta er, og það er pínu flókið af því að þá ertu, hvaða tungumál áttu að læra fyrst? Hvort er mikilvægur þú lærir ensku eða íslensku ef þú ætlar að bjarga þér í gegnum háskólanám á Íslandi. Þannig að það eru margar svona spurningar en svo fannst mér líka þessar áskoranir. Það eru loftslagsmálin og allt það. En svo erum við með gervigreindina og ég er dálítið skotin í þessum pælingum núna sko collective intelligence að því ég er nýbyrjuð í doktorsnámi sjálf þannig að ég er að læra þetta sem þú ert að tala sko en mér er svo spennandi að það er að opnast núna dyrnar fyrir að fólk sé ekki bara eitthvað eitt það er búið að tala að doktorsnám sé svo erfitt og einmanna og eitthvað alls konar svona og það eru þessar þáttökur rannsóknir það er þetta samtal það er þetta sko gervigreindin
þú þarft ekki að muna allt núna. Gervigreindin getur munað ýmislegt. Hún getur búið til heimildaskrár sem að tók alltaf, var alveg rosa handavinna í gamla daga. Hún gerir þetta bara á 10 sekundum. Þannig að það er svona ýmislegt sem er að breytast líka í starfi akademikursins og líka þeirra sem eru með doktorsgráðu. Og mér finnst skemmtilega þessar pælingar að við erum komin að tíma þar sem collective intelligence skiptir meira máli. Það er svona að við séum í samstarfi og samtali og leggjum saman það sem við þekkjum og getum. Ég tek heilsugar undir þetta og sko nýsköpun á sviði þekkingar og við erum í nýsköpun á sviði þekkingar til þess að geta gert betur, til þess að geta tekið betri ákvarðanir. Þekking er ekki eitthvað sem svífur þarna uppi, heldur er þetta eitthvað sem á að nýta til þess að taka betri ákvarðanir, búa til önnur sjónarhorn og slíkt. Þannig við getum bara gert betur og lifað betur. Og í rauninni þurfa fræði og rannsóknastörf, þau þurfa að anda með samfélaginu. Þau get ekki bara verið til á einhverjum einum stað, algjörlega einangruð og miðlunin fer öll fram í fræðitímaritum og sem að hinir fræðimennirnir lesa en engin annar getur lesið og valla við sjálf og þannig að þetta gerist einmitt með svona collective intelligence að þar sem þú ert með skapandi greinar, þar sem þú ert með almenning, þar sem þú ert með opin vettvang, þar sem samfélagið er velkomið og við höfum nú alltaf lagt áherslu einmitt á þetta í Reykjavíkurakademíun og boðið einmitt háskólana mjög velkomna og aðra stofnanir til samstarfs við okkur þarna að við erum með þennan og höfum alltaf verið með eins og Sigurður Gylfi hefur örugglega komið inn á áðan að verið með þennan vettvang fyrir almenning og við erum einmitt nýfluttnir í miðbæ þannig að til þess að vera enn nær almenningi þannig að nálægt Hafnarhási líka það var nú það fyrsta sem ég gerði að bara leið og ég settist í nýja skrifborðsstólinn að það var að hafa samband við Arnar og segja hei, við erum hinum yfir göttuna, við verðum að gera eitthvað saman og þannig að þú veist, en þau verða anda með samfélaginu en heyri það er svolítið verið að taka hugtök eins og nýsköpun, frumkvöðlastarfsemi sem að eru einhver leiti voru eiginlega sjanghæið úr og þverfagleiki svona, það er nokkur hugtök sem eru svona sjanghæið úr einhverju samhengi sem það svona félagslegu samhengi og dálítið tekið yfir í fyrirtækja og einkavæðinga og eiginlega svolítið kapitalist einhyrningshugmyndir já, þannig að og svolítið eins og þú segir gömlu kannski hetjuhugmyndina þarna Einstein að finna upp einhverja eða einhvern vísindamann að finna eitthvað það sé svona nýsköpun þannig að svo þegar maður heyrir þessi rambið hægt að kenna einhverjum nýsköpun þarf þú ekki að fara þína leið þannig að þið eru svolítið að setja þetta aftur í þetta samfélagslega og hvað eru kollektív svona samstarfshugmyndir að þú veist og við með því að skapa tengsl og með því að leggja saman þekkingu sína að þá er hægt að skapa margt nýtt og nýsköpun er ekki bara tækni í San Francisco, hún er eða Silicon Valley, hún ég meina það, þið eru svona ykkur þegar þú segja það er ekki bara nýsköpun í einmitt það er ekki bara þessi söluvæna vara eða neysla. Já, það er bara mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að nýsköpun er allt sem við sköpum hvort sem það er nýtt lag eða ný kvikmynd eða bara eitthvað nýtt sem við gerum í okkar nær umhverfi hvort sem það er innan fjölskyldu stofnunar fyrirtækis það getur verið svo margt sem er ný nálgun eða nýtt sjónarhorn sem að hefur með nýsköpun að gera en auðvitað er eins og í þessu örnámi er verið að opna þekkingu á íslenska kerfinu í þessu samhengi og bara við erum að vonast til þess að þetta þjóni bara stórum hópi fólks sem er að biðja að komast inn í samfélagið og fá að vera hluta af þessu hefur ekki, eða það tekur tíma að ná tökum á íslensku en það er mikið verðmæti í því fólki sem er hérna og við erum kannski með óþarlega miklar hömlur á að
að þekking þeirra tengist inn í samfélagið fyrir heldur en að raunber vitni. Þessi spurning frá þér svona leiðarstefi í því sem ég hef haft áhuga á síðustu árin og nýsköpun svolítið sérstakt orð af því að á einn hátt það svona óumdeilt. Það að segja að það eru flokkar bæði vinstri og hægri vilja nýsköpun. Það finnst ekki neitt landsvæði á Íslandi sem hefur ekki nýsköpun á stefnuskránni og þetta svona hugtak sem einhvern veginn bara kastað fram. Þetta oft notað til þess að réttlæta eitthvað. Ef það sé nýsköpun þá það eitthvað svona ferskt og flott og þess vegna einhvern veginn spyrjum við sjaldnar svona djúpra spurninga hugtaki sjálft og að því að ég stundum að kenna nýsköpun og þá sjaldnast ég að kenna viðskiptafræðinemum eða svona einhverjum sem svona meira viðskiptalega hugsandi. Ég kannski kenna nemendum í félagsfræði eða hönnuðum eða listafólki og þá uppgötum maður að nýsköpun líka svolítið svona triggerandi orð fyrir sumum af því að nýsköpun hefur verið notuð til að réttlæta einkavæðingu. Nýsköpun fyrir sumum sem að eru kannski vilja líta á sig sem svona meira pjúr þekkingaröflun eða listafólk að þá svona eins og hugtaki nýsköpun sé þessi krafa að verða meira kommersial eða hagnýtari og það ekkert allir sem vilja það. Þannig að þegar ég í fyrsta tímanum þá þarf ég ofta svona að byrja á því að svona vinda ofan af svona varnar viðbrögðum frá nemendum, svona ekki íta mér út í eitthvað business sko. Ég kom til að búa til eitthvað fyrir samfélagið og það miður að því að sko nýsköpun og tækni að sjálfsögðu hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif að mestu. Ég var nú að lesa kóreskan hagfræðing sem hélti fram að til dæmis að þvottavélin hefði haft miklu meira áhrif en til dæmis internetið og við gleymum einhvern veginn öllum þessum hlutum sem að gjörbreyttu líf okkar til þess betra en það annað sem að ég svona kemur svona í fyrsta tíma eða öðrum tíma að átta sig á að nýsköpun heldur ekkert endilega sjálfkrafa góð. Það þarf alltaf að spyrja spurninga nýsköpun. Hvers konar verðmæti og fyrir hvern nýsköpun að skapa og ég held að eitt af því sem svona að láta ákveðin skugga falla yfir þetta orð nýsköpun og tækni og sprotafyrirtæki sem að var svona kannski aðeins ferskara fyrir 10 árum síðan. Það einhvern veginn hvernig fólk sér tækniðinaðinn sem að mestu kemur frá Kísildal. Hvernig fólk fyrir að sjá hann sem svona meira að taka til sín verðmæti en skapa þau eða ríkhalda í ykkur svona völd samfélagið eða nýta einhvern veginn athygli okkar og samfélag til þess að búa til pening fyrir sjálft sig. Þannig að það er mjög skemmtilegt að fara í gegnum þetta með nemendum og jafnvel fólki bara svona skoðum þetta hugtakaðins nýsköpun og hvernig þið beitt í hvers þáu og leyfum okkur að endurheimta þetta. Leyfum okkur að hugsa nýsköpun ég meina og frumkvöðlastarf, ef við myndum skoða til dæmis alla fjárfestingu sem að kvenfélögin hafa gert í samfélagunum gegnum síðustu 100 ár sem að þau kannski tók ekki til sín sem fjármagn tilbaka en skapaði afskaplega miklu verðmæti. Horfum á hvernig orðið nýsköpun kom til Íslands fyrst. Íslendingar byrja ekki að tala nýsköpun fyrir en eftir seinna stríð þar sem að nýsköpunarstjórnin sem náttúrulega, þetta var fyrst og fremst svona ríkis að ofan aðgerð að uppfæra fiskiskipaflota Íslendinga. Horfum á bara hitaveitu á Íslandi. Horfum á hvernig raunverulega nýsköpun hefur átt í stað og jafnvel í Kísildal í Bandaríkjunum, jafnvel í svona mekka og hjarta svona enga hugsunar eða fjárfestingafjármagns hugsunar þá urðu þessar tæknibyltingar að mjög miklu leyti til vegna opinberra fjárfestinga í tengslum við því miður hergagnaðinaðinn. Allt þetta sem við þekkjum, internetið, GPS, uppruni gervigreindar, allt kemur þetta af opinberri fjárfestingu. Þannig að það komið tími til þess að endurheimta orðið nýsköpun og eftirláta því ekki einhvern veginn
þessum andlitum sem að Mark Zuckerberg eða Jeff Bezos eða þessum típum sem að ekkert sérstaklega mikið tísku akkurat núna. Þú ætla líka bara þetta, þú nefndi gervigreindina svolítið, ég segi ekki stríð en þetta verður svolítið átök hvernig á nota þessa, hver á að ráða, náttúrulega eignarhaldi skiptir þar auðvitað miklu máli og hver á að ákveða hvernig þetta verður notað. Og þá ekki síst mikilvægt að við hugum einmitt að samfélagslegri nýsköpun, akkurat. Því að við þurfum einhvern veginn að finna út úr því hvað gott fyrir samfélagið en ekki hvað setur það mikla aura í vasan að maður getur leikt feneyjar undir brúðkaup. Og þetta líka hefur með sjálfbærnin að gera. Hvernig ætlum hvernig á nær umhverfið að geta notið ávaxta þess sem að býr í því umhverfi. Að því við höfum verið í svo mikilvæg alþjóðahyggju. Það sem stór fyrirtæki fara bara og vinna það sem ódýrast og svo þau bara flutt ef að koma einhver áföll eða eitthvað gerist. Og það kannski núna svona allavega innan landfræðinar þar sem að ég að stúdera dálítið núna, þar einmitt verið að skoða þetta svona frumkvöðlastarf í héraði eða í nærumhverfi versus þetta svona corporate eða svona þessi stórfyrirtækin eru. En af hverju ekki bara verið með ný hugtök eða svoleiðis, en það svolítið eins og Arnar að segja finnst mér áhugavert vegna þess að kannski hugtökin eru upprunalega í félagslegra samhengi og það kannski bara með því að í staðin fyrir að skipta bara hugtök þá ákveðin saga sem þá felst í því líka vegna það ekki bara verið að slíta sig alfarið frá öllum fyrirtækja menningu, heldur einhvern veginn endur, það ekki, bara svona aðeins stokk upp og nýtt. Já, ég ætla nefnilega að segja að nýsköpun birtist í ritgerð eftir íslenskan fræðimenn árið 1921 í tengslum við menningu og listsköpun sem að stanslaus vettvangur nýsköpunar. Þannig að það líka kannski svo mikilvægt að við hugsum menninguna. Ég farin að tala hana sem grundvallar innvið samfélagsins og góð vinkona mín bendi mér á að áður hafi bara verið talað þetta sem lífæð samfélagsins og það kannski það sem við þurfum dálítið að skoða. Þurfum að skoða líka með gervigreindina að þurfum við að hafa ólíka gervigreind sem sér ólíka þætti. Hvernig ætlum við að vernda menninguna en líka vera með inngildingu, hvernig ætlum við að ná einhverju svona jafnvægi í þessu og ég held að það sé svo mikilvæg umræða og það menning og skapandi greinar verandi svona reglífa hugtak yfir bart yfir viðskiptin sem hljótast að menningu og svo framvegis og framleiðsluna og dreifinguna en að þarna eru svo margir þættir sem að þurfa að spila saman og við þurfum að hugsa og við þurfum jáfnvel bara að mínum mati að fara að hugsa þetta sem grundvallar innvið í samfélaginu. Það sem byggðastofnun bara með kort og kortleikur þetta alveg eins og vegakerfið eða hvað annað sem við erum með því þetta ákveðin æð til samskipta, til dreifingar á þekkingu, til dreifingar á hugmyndum og svo framvegis. En þú sagðir eitt svona slómið, þú sagðir lykilspurning, hvernig getum við eiginlega verndað okkar menningu en samt samt tekið á móti nýjum straumum. Já. Þannig að þú stillir þessu bara í setningafræðin eða þetta eins og þetta séu aðeins andstæður og ég bara hugsa hvort að við stöndum kannski bara fram fyrir svona ýmsu þversagnankenndu málum núna að hugsanlega sé akkurat verndu við menninguna með því að með inngildingu og það sé ekki bara einhver svona frasi og töfraformúla til að réttlæta eitthvað heldur það sé hugsanlega þannig og með því að vernda nýsköpun með því einmitt að setja það í þetta samfélagslega að það sé ekki bara þrátt fyrir að við séum við ætlum að stunda nýsköpun og reyna að tengja við þetta félagslega samhengi að það sé beinlínis lífæðin felist í þessu tengsla eða brúarmyndun. Ég alveg einmitt ég tek heilsögur undir þetta og ég vil líka svona undirstrikka að ég held einmitt að það sé
á sama tíma mjög mikilvægt að taka nýsköpunar hugtækið upp úr þessum svona gamla farvegi, gamla og innilokaða farvegi sem það hefur verið í, einmitt, tengja það bara við tækni. Nei, nýsköpun svo ótal margt annað. Og að tengja það bara við ákveðnar stofnanir, að nýsköpun geti bara átt sér stað í ákveðnum stofnunum, Decode eða Alvotech eða einhverjum tölvufyrirtækjum eða eitthvað slíkt. Og hérna þetta nýsköpun á sér stað víða einmitt og hérna í háskólaumhverfinu, í Hafnarhás, í Reykjavíkur Akademíunni og líka svona að taka hana upp úr þessum fílabeinsturni. Og ég held að við höfum öllum verið að ræða það einmitt á einn eða annan hátt að nýsköpun á heima í samfélaginu líka og svona líf nýsköpunarinnar í rauninni gegnum samfélagið. En núna voru þau svolítið að segja áðan aðstæðanlega fyrir Gjörun Streitt að vera að vísa í fyrra samtal sem þið kannski heyrðu ekki en þau voru samt að tala við vorum svo mikið að tala miðlunin og kannski að það þyrfti en hlustendur hafa heyrt það. Já, hlustendur sem eru svo góðir þetta eru svo góðir nefndir að það þurfi samt að vera næði einmitt til þess að birta líka í þessum ritrýndu fræðum og vera í samtali fagmennsku að það við hvort annað 100%. Já, erlendis þannig að það sé ekki bara smætta niður í allt bara vísindastarf felist í einhverju að búa til eitthvað samfélag það ekki? Nei. Við þurfum að hugsa þessum hæg eldun hugmynda. Já, þú veist að við séum aðeins í svona slow produce líka að við séum ekki bara flýta okkur alltaf að gera allt en það sem að skiptir svo miklu máli að ef við ætlum ekki að vera með mjög polariserað samfélag eins og við erum nú farin að sjá svona vísi af að svona ólíkir andstæðir hópar eru farnir að mótmæla og það svona að rofna eitthvað í samtalinu þarna á milli að þá einmitt svo mikilvægt að við áttum að gráði hvað erum við að venda og hvernig getum við opnað fyrir þessu nýja sem við erum að fá upp í hendurnar og unnið með þetta og ég held að það sé bara ákveðin nýsköpun fólkin í því að hugsa það og komast að einhverju niðurstöðu en auðvitað svona þekkingaframleiðslan sjálf og þetta að vera doktor og vera mjög sérhæfður á ákveðnu sviði. Hún þarf auðvitað sitt pláss og sitt rými og sinn stuðning og sitt sjálfstæði líka sem að ég held að sé mjög mikilvægt. Það ekki, niðurstaðan svo að það ekki stuðningur þar. Það ekki til raunverulega miðlunar leiðirna kannski allar til eða eru veikar á Íslandi. Og svo það þetta einmitt, hvernig styrkjaumhverfið fyrir þá sem að segja já, við erum að kenna nýsköpun sem að fjallar tengsl og samfélag og að tengja skapandi greinar við fræði. Styrkja, einhver svona áhugi, skiljiði? Varðandi nýsköpun, sérstaklega, að það hefur það breyst rosalega mikið á síðustu 4-5 árum. Það hefur orðið algjör grundvallar breyting á þeim hlutföllum sem að við opinbera hefur til að styðja við nýsköpun án þess að það hafi sérstaklega verið ákveðið. Fyrir svona kannski hefðbundari nýsköpun svona ný fyrirtæki, tækniþróun og þess háttar. Fyrir 4-5 árum þá var aðal stuðnistæki hins opinbera tækniþróunarsjóður. Og þá hægt að sækja þú veist með eitthvað hugmynd til að búa til eitthvað við getum deilt hvað tækni ef það eitthvað í tölvu þá hefur fólk yfirleitt enga spurningar hvort það sé tækni en já, það miklu erfiðara að skilgreina þjónustu eða eitthvað annað undir tækni en allavega það er hægt að sækja fyrir verkefni sitt. Það sem hefur vaxið mjög mikið síðan þá upp í það að vera langstærsti hluti þess pening sem við opinbera setur nýsköpun ekki svona verkefnastyrkir líkt og tækniþróunarsjóður heldur svona endurgreiðslur vegna rannsóknar og þróunar verkefna og þær virka þannig að fyrirtæki
koma með eigin pening og setja í eigin rannsóknar og þróunarverkefni sem eiga að leiða til einhvers konar svona harans ábáta fyrir sig og fá hluta af því endurgreitt frá hinu opinbera. Og þetta jákvætt að þínum mati? Það jákvætt að hið opinbera setji pening í nýsköpun og þetta hefur vaxið mjög mikið. Það er talað að þetta verði 20 miljardar í ár sem að fara í þess þannig stuðning. Þetta hins vegar leiðir til tegundur af nýsköpun af því að þú þarft alltaf að fá pening inn í þetta og því meiri pening sem getur sett inn í þetta kerfi, því meiri pening farið tilbaka. Þannig að þetta mun alltaf styðja við svona hagrænt drifna nýsköpun sem að gengur út á að innan 5, 6, 7, 8 ára sé komin fullt af peningum tilbaka. Þetta styður ekki við nýsköpun sem hefur kannski samfélagið eða einhvers konar svona stærri þróun sem erfiðar að sækja tilbaka. Vellíðan barna á Íslandi. Þú nefndir reyndar Einstein sem dæmi fyrir í þættinum. Einstein dæmi eitthvað sem að lagði rosalega mikið til samfélagsins en dó svo gott sem snöður. Hann lagði til fullt af verðmætum en tók ekkert endilega til sín. En það sem við erum svolítið mikið að gera að módel okkar nýsköpun eru fyrirtæki sem eru svolítið góði að taka til sín verðmæti en ekki endilega að skapa þau. Stundum skapa þau en það ekki svona endilega nett útkoman. En þau eru anti-Einstein eða öfugt við Einstein? Þau eru raunverulega öfugt við Einstein. Við getum spurt okkur, þó þessi kannski orðin svolítið klísja, við getum spurt okkur Jeff Bezos sem tekur til sín verðmæti sem að á við bara. Hver það aftur fyrir ekki? Sem að stofnaði Amazon og einn af ríkustu mönnum heims. Alltaf að gifta sig í Feneyjum. Tekur til sín gríðarlega mikið af verðmætum þannig að hann á meira en heilu þjóðlönd, einstaklingar heilu þjóðlanda og svo framvegis. En hvað raunverulega hefur hann lagt tilbaka annað en að eiga óbúslega mikið hluta af netverslun. Greinilega ekkert merkilegt fyrst ég man ekki nafnið hans. Nei, greinilega ekki. En það eru þetta ekki spurningar sem yfirleitt verið að ræða mjög mikið þegar við erum að tala svona nýsköpunarstefnu. Þannig að til þess að svara spurningunni sem komst með áðan svona stuðningsumhverfið, það hefur þróast í áttina að því að verða mun meira svona verðmæta grípandi. Já, byggja og hvetja, vera hvati þannig. Já. Og það auðvitað bara einhver sem á algjörlega eftir að gera úttektir á. Hvað þetta til góðs eða eru gallar á þessu líka? Þannig ýmislegt jákvætt við þetta en það líka ýmislegt sem kemur upp sem að maður hugsaður að já, eins og bara í kvikmyndagerðinni erum við betur sett með því að veita endurgreiðslu til stóra Hollywood-verkefna heldur en að framleiða meira innlend efni og þetta eru spurningar sem alveg þess virða velta fyrir sér af því að í menningunni í hverju verki sem að búið til felst ákveðin ný hugsun og það verið að þjóna einhverjum svona þjóna þessari lífæð samfélagsins með því að koma þeirri hugsun á framfæri en ég held að við eigum samt mjög margt gott og ein nýleg rannsókn sem að Vífill Karlsson gerði hefur með uppbyggingasjóðina að gera sem að eru landsluta samtökin eru stofnuð utanum upp úr kreppinu 2008 2012 þá verður þetta til fyrst og svo lögbundið 2015 og það alveg ljóst að fyrirtæki sem að starfa innan þessara atvinnugreinar sem menningu skapandi greinar eru að þar stunduð langmest nýsköpun og hún byggir algjörlega á stuðningskerfinu sem að hefur byggst upp í þessum uppbyggingasjóðum. Þannig að þar greinilega eitthvað jákvætt að gerast og það væri spennandi að skoða betur þessar hann Vífill komið með gögn þetta og það svona gerir mann forvitin að skoða þetta betur. Já, uppbyggingasjóðarnir eru sem sagt verkefnastyrkir innan ákveðna landshluta utan höfuðborgarsvæðisins og ég get alveg tekið undir að þó ég hef ekki lesið þessa rannsókn ég held að þetta dæmi styrki sem að geta stutt verkefni sem hafa samfélagslega skírskotun og eru svona geta hugsað nýsköpun á breiðum vettvangi. Þeir eru agnarsmáir
eitt stykki styrkur í tækniþróunarsjóð sem að er veittur er jafn hár og kannski heill landsluti fær í Austurland fær í uppbyggingarsjóði. Þetta oft einhverjir 500.000 kallar eða eitthvað slíkt. Ég held að við myndum, ég ætla að leyfa mér að fullyrða að taka eitthvað af þessum 20 milljörðum sem að ríkið gefur í endurgreiðslu til stöndugra fyrirtækja í teknikeiranum sem að eru bara búin að pluma sig vel í marga áratugi, taka eitthvað af því og setja það í uppbyggingarsjóð landslutana. Ég hugsa að það verði betra Ísland út af svoleiðis. Ég leyfa mér að fullyrða það. Já, það er allavega spennandi að skoða og það núna fyrst verið að rannsaka þetta af einhverjum svona við eigum ekki mikið að rannsóknum á þessu sviði. Það var verið að rannsaka fyrir einhverjum árum hagræn áhrif skapandi greina og annað, en núna er jafnvel einmitt hagræn áhrif, skilgreiningu á þeim kannski hafa aðeins breyst, þannig að það er kannski meira eins og farsældarleg kemur inn í við erum að byrja núna að skoða það og það hefur verið lengi á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar, alveg síðustu 2 eða 3 að búa til þess að farsældarvísa. Já, það eru til farsældarvísar. Já, og það, eða, ég man ekki alveg hvað þetta, en það er á þessum nótum og við erum núna rannsóknasetur skapandi greina sem ég tengist aðeins líka. Þar er verið að hanna rannsókn svona menningar og samfélagslega áhrif skapandi greina. En hagræn, af því þessi kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina tengist mér dálítið að því ég leita hann á sínum tíma með öðrum sem að voru að leiða svona kynningamiðstöðar skapandi greina á þeim tíma, þannig að 2011 þegar þetta kom út. Þetta var bara svo nauðsynlegt fyrir okkur að eignast þennan hlut af kökunni inn í Hagstofu Íslands og gangast við því að hér er til atvinnugrein. Það tók samt alveg þangað til 2019 þangað til við fengum menningavísana og fengum að sjá hverju þetta skilar og fáum núna reglulega útgáfu á menningavísum. Hverju þetta skilar sem atvinnugrein sem er skilgreind eins og aðrar Evrópuþjóðir eða Eurostat, Hagstofa Evrópu skilgreini menningu skapandi greina sem atvinnugrein. Þetta er náttúrulega bara algjör bylting að fá þetta, en einmitt í breyttum heimum eins og þú segir alltaf líka út frá bara að vandamálin sjálf eru breytt Þau eru breytt. En einmitt á þessum nótum bara svo ég leiti aðeins svona í mitt upphaflega sérsvið sem eru safna og menningamálin, að þá eru mjög margar rannsóknir sem sýna að ef að þú hefur aðgang að þínu menningararfi og þú finnur sjálfan þig í menningararfinum, að þá líður samfélögum miklu betur, fólkinu líður betur og inngilding gengur einmitt betur þegar þú notar menningararfin, bara ef svo við tölum bara hann, til þess að hjálpa til. Þú veist, þannig að þú getur sem manneskja frá einhverju allt öðru landi gengið inn á þjóðminjasafnið og einhvern veginn tengt sjálfa þig við það sem er þar. Og bara svona lítið dæmi slíkt er að ég gerði smá rannsóknarmynd á grunnsýningu þjóðminjasafnsins, örugglega 2014 eða 15 eða eitthvað fyrir mjög löngu síðan. Það sem ég tók nokkra hópa af fólki og og spurningin var einföld, þetta voru svona fókushópar og spurningin var einföld, sérðu sjálfa þig á safninu? Fólk byrjaði á að labba sýningar safnsins og svo kom það og spjallaði við mig og einn af þessum hópum voru konur sem voru ekki upphaflega íslenskar sem hafði fengið samband við í gegnum Women Iceland og svari var í rauninni nei, sem er náttúrulega eitthvað sem þyrfti að laga en svo segður jú samt. Og ein þeirra nefndi að inn í musturinn eða kirkjunni inn á miðri grunnsýningunni að þar er mynd náttúrulega alls konar trúarlíkneski og þar sá hann, þar er Anna mamma Jesú. Fyrsta skipti sem ég heyrði minnst á þessa konu. Anna, er ekki amma Jesú? Já, ég meinti það. Já, sagður það kannski. Já. Og
þannig að þú veist, þarna náði hún einmitt að tengja, hún fór að tala hvað sér þau fundist gott að sjá þetta og svona, við Íslendingar löpum fram hjá og höfum væntanlega enga hugmynd hvað þetta en hún tengdi við þetta og einmitt sá sjálfa sig sem sagt á safninu með þessum hætti, en það eru mýmargar rannsóknir erlendar sem að vísa til þess að ef að menningar, fólk nær sem sagt svona ákveðinni inngildingu í gegnum menningararfin og fyrir fólk sem að flytja hingað, þá skiptir það ekki síður máli. Wow, og þar ég einmitt að rannsaka hvernig við nýtum menningararfin til að umbreyta samfélögum í þessum áskorunum og að skoða sagt, hefðbundin sveita samfélög í því samhengi. Það er doktorsverkefni. Hlakka til að lesa. Sjáðu ekki fyrir ykkur sjóð sem heitir út frá þessari sögu sem hún segir tengsl þessarar konu við ömmuna. Já. Amma. Þægileg svona í mikróskólanum. Það er tölverða áhersla á menningararfin til dæmis í Horizon verkefnum, prógramunum hjá Evrópu núna. Það er eitthvað sem að bæði UNESCO og Evrópusambandið er að skoða. Þetta er rosalega spennandi einhvern veginn svona gerjun í gangi, finnum maður og einhvern veginn væri nú gaman, ég spurði þau og undan nefnt hvort þau væri til að koma kannski í haust þegar við byrjum svona, síðsumars og haust að við þyrftum kannski að ræða þetta eins, setja þetta bara á dagskrá, að pæla meir í þessi málaflokki. Ég meina, klárt mál vegna þess að hin hliðin á menningararfinum er svo að þeir hópar sem eru núna að svona fara meira inn í mainströmmin og hafa verið til mjög lengi sem eru svona nýnasista hópar og slíkt, að þeir leita oft einmitt í menningararf, norrænan menningararf til að undirbyggja í rauninni sína eigin tilvist. Þannig að menningararfurinn er ekki bara orðin leið inngildingar, hann er virkilega heitt svona topic í umræðin í dag og virkilega þörf á að skoða mjög vel. Wow. En svo er þetta náttúrulega líka, þetta er ákveðin geymd af þekkingu sem að bara öll samfélög það er vond að tapa þekkingu, bara handverki og ýmsu öðru líka. Sko. Það er einmitt vond þegar að kannski fólk verður að tengja handverk eða þjóðlegri geymd bara nýnasistónum sko, og fatt ekki að þetta er eins og við höfum komið hérna, þetta er svona grunnur fyrir hvort tveggja, þannig að við þurfum að ræða um það hvernig við notum okkur þennan sjóð okkar ef að segja þetta gott í bíli. Það er komnir hérna nefnilega músikantar fram, heyri ég, og við erum að klára marathonið. Þetta er síðasta svona spjallið. Takk kærlega fyrir að koma og vera á við erum á, ég held að séu 36 tímar cirka, 35 tímar síðan við byrjuðum. Til hamingju með það. Í beinni útsendingu, óslítið. Vel gert. Er þetta ekki einhver nýsköpun í fjölmiðla? Jú, kannski bara. Alveg hygglust. Við skulum einmitt hýta á kannski bara þannig. Áskoranir og nýsköpun. Arnar Sigurðsson, frumkvöðull og nýsköpunarmeistari hjá Hafnarhás og Austurmána og víðar. Anna Hildibrandsdóttir, fagstjóri skapandi greina við Háskólann á Bifröst og Ardís Bergsdóttir, ég myndi bara segja frumkvöðull líka, safnafrumkvöðull og doktor og nýr framkvæmdastjóri Reykjavíkur Akademíunar. Hjartans þakkir fyrir að koma og ræða þetta svið og við bendum fólki á að benda þeim sem hafa áhuga á að afla sér frekar upplýsingar þetta örnám sem heitir á ensku Microcredentials. Þar með segi ég þetta gott í þessari beinútsendingu, þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir að vera með okkur hérna og maður finnur nú alltaf fyrir ykkur og ég þakka náttúrulega öllum viðmælendunum og bara öllu þessu lífræna skemmtilega ferli hérna og samstarfsfólki mínu, tæknifólki, spyrlum og fólki frammi öllu liðinu og hleypinni Marju Lilju að hún ætlar að koma hérna með krumma og ég heyra það að byrja að spila hljóðfæri. Takk fyrir, þakka Pétri Fjellstu fyrir að varpaði sig yfir, við tökum líklega hérna, eru ekki tilbúin í 5 mínútna pásu. Takk. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.